Já, og við sitjum hérna ennþá við rauðaborðið í þessum hressa sumarþætti okkar og hérna rak á fjörur því að hér eru komnir músíkantar frá Spáni til okkar sem ætla að vera með tónleika hérna í vorstjörnunni Bólholti 6 á föstudaginn. Það eru feðgin, frekar en mæðgin er það ekki? Feðgin, ruglast alltaf á þessum. Það er Alma Reik, tónlistakona, söngkona og Jón Sigurður Eyjólfsson sem að þú kallar þig líka, er það ekki svona á Spáni Jón Sinatse? Nei. Jú, ég hef farið út í það að ég hef gefið út 3 bækur á Spáni og notað íslenska nafni mitt og brotið margar tungur í munnum Spánverja og þannig að þá ég fer ekki að bjóða meira upp á það og svo líka getur þetta verið viss lausn út af því að þegar ég kynni mig sem Jón og þegar þið vilja skrifa það þá er það alltaf með hái og hái getur komið allstára eftir jóðinu og í lokin og alltaf þarf þetta há að tróða sig. Þannig að Jón Sinatse þýðir Jón án hás eða ekkert há, Jón með engu hái. Þannig að þetta er svona tvöföld lausn. Þú ert svona listamaður sem er praktískur líka. Já, maður verður að vera. Í nöfnunum. Og þú ert Alma Reik sem er líka svona kannski praktísk lausn, kemur ekki til af góðu að þurfa að þvælast í föðunöfnunum. Já, einmitt. Ég er Alma Jónsdóttir á Íslandi en ég er Alma Eyjólfsson Duran á Spáni sem er ekki mjög létt fyrir Spánverja að segja og skrifa, þannig að ákveða bara Alma Reik. Og Reik er tilvísun í Reykjavík? Reykjavík, já. Já, það er mjög fallegt nafn. Þannig að hérna eru þá, og þið komið og eru þið ekki svona, heitir bandið ykkar eitthvað? Nei, við höfum verið með þannig er málum vexti að hérna, við höfum alltaf verið að spila og syngja saman frá því hún var lítil og hérna það mátti ekki vera mannamót á stökkun upp á stól og byrja að syngja drippiti dropp og allt það, rigning hér og rigning þar og rigning allstaðar og allt þetta. Svo hefur við bara verið að spila saman 2 en nú býr hún í Malaga og ég er búsettur í 200 km fjarlægð þaðan og hún er afskaplega upptekin af söngleikjum og er í mörgum söngleikjum og svo í náminu. Þannig að ég næ ekki mikið á hana en alltaf þegar hún kemur í heimsókn þá læt ég hana stíga á stokk. Og það fer eiginlega, ég hef verið að vinna með mörgum tónlistamennum þar sem ég bý. Þannig að ef fiðluleikarinn er með þá er prógramið kannski meira í tango og meira þetta. Ef við erum 2 þá við verið með Bítla-prógram, heimstónlistarprógram líka. Ef hljónsvitin er þá er eitthvað annað, það er alltaf eitthvað, við höfum ekki geta fest þetta í neitt svona fast form. Og hvaða prógram ætlaði að bjóða upp á föstudaginn? Við erum sérlega heppin á föstudaginn út af því að við verðum með Pétri Valgarð Pétursinni, einum besta gítarleikara landsins sem bildalingur eins og ég, sem er ekki verra og svo verðum með okkur Ólafur Þór Kristjánsson sem ættir að rekja vestur líka sem er nú ekki skilyrði til að vera með okkur annars. Þannig að hann er bassaleikari, mjög góður bassaleikari og þetta leyfir okkur að við ég mun taka smá tango, við munum vera með latín, jazz, Bítlarnir þvælast alltaf inn og svo erum við út af því að í gamla daga, fyrir svona 15-20 árum, þá vorum við Pétur og Óli að spila efni sem ég hafði samið og þá var ég nýkominn frá Grikklandi og tauginn sem toga mann heim vestur í Haga var að toga í mig og ég fór að búa til lög við ljóð Jóns Vör og svo hef ég notast við ljóð fleiri íslenskra skálda og við munum aðeins fara í það. En hvar býr þú þegar þú segir það sem ég bý, er það ekki upp í fjöllum einhvers staðar? Jú, þetta er þorp sem heitir Alcalá la Real og er ekki langt frá Granada. Þetta er síðasta vígi kristinamanna áður en þeir náðu áður en þeir komu að Granada og felldu
Granada sem var síðasta vígi Mára 1492. Þannig að þetta þorp byggðist upp á þessum tíma. Þarna var Isabella og Ferdinand í þessu virki sem enn stendur fyrir ofan þorpið að búa sér til atlögu við Granada sem að síðan féll 1492, það sama ár og Kristoffer Kolumbus fór til Ameríku. Ég er kennari á Spáni og ég segi alltaf nemendum að Kristoffer Kolumbus, hann var engin sérstakur, hann var númer 2. Við víkingarnir vorum búnir að fara þarna og þeir taka þessum bara einhverju gríni og ég þarf að láta þið ná í farsímana og fletta þessu upp. Er það ekki Leifur Heppni eða? Jú. Íslendingarnir eru fyrstus til þess að týna Ameríku. Finna hann og týna henni. Já, við veitum ekki hvað, það voru samskiptið þarna á milli, það voru jafnvel byggðir, en svo vitum við ekki hvað fór úr skeiðs og hvernig við hurfum þarna af austurströnd Kanada í dag. Talandi svona landafundi, af hverju endaði þú á Spáni? Þetta er ég ætlaði aldrei til Spánar. Nei. Ég bjó á Gríklandi og þar varð á vegi mínum örlagavaldur mikill sem er spænskt skáld. Dag einn kemur hann á menningarsetri þar sem ég er að vinna og er að tína upp úr tösku sinni ljóð sem hann var búinn að prenta á eitthvað svona voða litríka pappíra og ég er skáld sjálfur eða er að setja saman kveðskap sjálfur, þannig að ég segi, hörðu, lestu þetta nú fyrir mig. Og ég var svo hrifinn af, ég skildi ekki orð í spænsku á þessum tíma, ég gæti ekki panta bjór. Og hann les þetta og ég var svo hrifinn af ritmanum, af bara fonetík, algjörlega. Þannig að ég fór út í það að semja lög við ljóðin hans og við unnum saman hann á Gríklandi og héldum tónleika þar og í gegnum þennan mann kynnist ég síðan barnsmóður minni sem er móðir Ölmu og þannig þvældist ég til Spánar. Þannig að músíkin í málinu dróðu til Spánar og ástin kannski. Það má segja það. Og í raun ástin á músíkinni og tungumálinu og soldið á konum. Já. Það er til í raun og veru talandum það er til lag. Hvernig er hann í spænsku? Er hann góður í spænsku? Nær hann músíkinni í spænskunni? Já. Reimurinn er svolítið fyndinn. En já. Vestfiskur. Svolítið, já, hann er mér rosalega góð á spænsku. Hann er skrifa á spænsku líka. Hann gefur bækur. Já, þannig að þannig að þú skrifar orginal á spænsku og gefur út þannig, Það er í raun og veru mjög mun auðveldar og einfaldara heldur en að þýða. Ég myndi ekki treysta mér í að þýða bók af íslensku yfir á spænsku. Nei. En að skrifa beint á spænsku er allt annað mál. Þannig að þú hugsar á spænsku? Ég get gert það. Ég reyndar, þetta er mjög skrítið. Ég er náttúrulega að vinna með ensku. Ég tala ensku allan daginn. Í kennslunni? Í kennslunni. Og ég tek það mjög alvarlega þannig ef ég hitti nemendum mínu út á götu þá tala ég við á ensku. Af því þú ert að kenna þeim ensku? Já. Þannig að ég tala eiginlega mest ensku. Og það er það sem að trufla mig til dæmis, það er erfiðast við þessi tungumál er að skipta úr einu yfir í annað. Þannig að ef að ég er bara í spænsku geimi þá get ég hljóma ágætlega. Allavega er hún ekkert að hlæja mér á meðan. Hvernig gengur þig með íslenskuna? Já, Þú er aldrei búið á Íslandi, aldrei átt lögheimili á Íslandi. Þú kom ekki oft. Já, það eru 5 ár síðan ég kom síðast. Og já, ég er samt feimin að íslenskunni minni núna, ekki rosalega góð. En það má hérna við Rauðaborði, það eru margir innflytjendur sem koma hingað og svona brókin íslenska er bara, hún er velkomin. Við fögnum því allir sem reyna að tala íslensku, að þeir eru að viðhalda íslenskunni. Ok, já, ég reyni allavega hana. Þín er nú ekkert svona, þín er nú ekkert brókin.
Já, ég að reyna að tala ekki svona of mikið, svo það sést ekki, en maður tekur eftir því ef ég byrja að tala eins meira. En hvað má ég spyrja bara forvitnisakir hvað þú ert að læra í Malaga? Já, sér nú kemur, hvernig sem söngleikja háskóli þetta, já. Sagði þetta rétt? Já. Vá, söngleikja háskóli í Malaga? Já. Það spennandi. Það getur verið doktor í söngleikjum. En, já, því að þú talar íslensku, þú alltaf búið á Spáni. Já. Ertu Íslendingur? Já. En þú, Jón, ertu Spári? Nei. Bara alls ekki? Alls ekki. Hún með 2 vegabréf. Já, ég bæði Íslendingur og Spánverji. Ég var að meina svona bara í hjartanu. Já. Þú ert Íslendingur í hjartanu. Já, ég er það. Og ég verð meiri Íslendingur með hverju árun sem líður. Meiri Vestfirðingur. Það líka. Já. Algjörlega. Þú varst að fagna því að spila með fólki frá Vestfjörðum. Já. Þú ert að verða ákafari vestísku þjóðurnis. Já, það gæti farið út í kert yfir alla þjóðarbólk, ég veit það ekki, en þetta er svolítið skrítið. Til dæmis, ég hef sagt á ætla að segja í bók sem ég ætla að skrifa núna á spænsku til að gera svona svolítið upp með Spán. Ef að til væri eitthvað svona app sem myndi greina persónuleikað inn og greina út frá því hvaða land þeir færi best, þá myndi Spánn koma mjög aftarlega í mínu tilvíki. Já, nú það? Já, ég á þannig séð, sko, nú ég ekki að tala illa Spáni eða segja þetta, hann sko, þetta svolítið árekstur, en það þýðir þó ekki, þetta samt ástarsamband. Þetta ástarsamband þar sem að við smellum ekkert saman, við eigum í þessu ástarsambandi og ég lýsi þessu þannig Nikos Kazantzakis, gríski rithöfundurinn, hann var að tala um það í einni bókinni þegar að það var týndur maður sem að vissi ekki hvað hann átti að gera. Hann kemur að tala við prest og presturinn sagði þegar þú ert í vanda, það bara eitt sem þú þarft að gera, það að fara veg drottins. Og þá sagði hann, hvaða vegur það? Hann sá brattasti og erfiðasti. Og það þetta sem ég að gera á Spáni í raun og veru. Það stundum í ástinni, þetta ég sé ekki svona stjörnuspekingur, að þá stundum ágætt að fólk sé úr ólíkum stjörnumerkjum. Það ekki alltaf gott að þessu sama stjörnumerkjum. Nei, við erum komin til þess að takast á við hlutina. Það náttúrulega mjög gaman þegar að allt leikur í lyndi og auðvitað gerir það oft á Spáni, oft ég hef verið mjög heppinn, alveg sérstaklega heppinn og lít í raun og verið þannig á og ég standi í vissi þakkarskuld við þetta land fyrir þau tækifæri sem ég hef fengið, sem bara ég óskaplega þakkláttur fyrir. Þannig að þetta fallegt samband en reynir á. En maður verður að hafa húmor fyrir því. En einmitt eins og líka í ástarsamböndum og sjálfsagt sambandinu við drottin á Drottinsvegi og Ástarvegi, þá það ekki ágætt að minna sig á svona minna sig á neistan, eins og í þínu tilviki það ljóðlistin eða það orðin og hrynjandin í tungumálinu, þannig að þú kannski... Já, spænskar bókmenntir, það annað sem að tungumáli veit ég það þessi aðgangur að suður-amerískri menningu og tónlist. Það ómetanlegt, algjörlega ómetanlegt. Og svo það annað sem að kom mér virkilega óvart. Það væri þess virði að læra spænsku fyrir það eitt að lesa Don Quixote á frumálinu. Þetta kom mér verulega, ég ætlaði aldrei að lesa þessa bók. Kannski út af því að þegar ég ungur drengur vestur á Fjörði, þá var einn dagskrárliður sem ég hafði á það 2, það var Stundin okkar með Bryndísi Schram og svo var það enska knattspyrnan með Bjarna Fell. Og þessi enska knattspyrnan, það var 1 klukkustund á viku. En þar á undan var teiknimynd með Don Quixote. Og við Elvar Logi, sem núna með komedíuleikhúsið Þingeyri,
Við urðum að bíða eftir að þessi fjárans Don Quixote væri búinn og þetta var svo leiðilegt, þetta var svo kjánalegt og svo, sko, þetta var heili eilíð áður en maður heyrði þannig að það var bara innprentað í kollinum á mér, Don Quixote væri ömurleg bók sem Spánverjar létu mikið með, en þetta með allra merkilegustu bókum sem ég hef lesið. Ég bara varla skemmt mér betur við lestur en nokkur annari bók, og Cervantes einhver athyglisverðasti náungi sem ég veit í mannkynsögunni. Þetta var stórkostlegur haus. Mjög merkileg og hans lífslaup mjög merkilegt, og það gerir ekkert nema sko því meira sem að fræðist að því meiri aðdáun fær maður á honum. Ian Gibson sem rannsakað hefur Lorca sagði það sama reyndar Lorca. En þetta var mjög merkilegur, mjög hugrakkur og til marks hvað hann var mikil persóna. Hann var náttúrulega í gíslingu í Alsír. Móðir hans, þar var hann með bróður sínum. Móðir hans kom með lausnarmund eða fjármunni til að bjóða hann út, og Alsíringarnir sögðu þetta dugi bara fyrir einn. Og hann klappar á bak á Rodrigo bróður sinn og segði, farð þú vinnur, ég pluma mig. Hver myndi gera þetta? Og hvað svo? Svo hann reyndi endalaust að strjúka, allavega 4 skipti, var oft svikinn, tók sökina ávallt á sig, og það var endað með því að hann var sendur í hálfgert öryggisfangelsi í Konstantínópel. Við Grikklandsvinir kallum þetta ekki Istanbul, þetta Konstantínópel en þá í dag. Og þar í lokin það voru spænskir menntamenn og einhverjir fjársterkir aðilar sem að komu loksins með nógu mikla fjármagn til að leysa hann út. Og þegar búið að leysa hann út, þá myndi maður halda að mætti vera á svona friðarstóli á Spáni, en þá fær hann eitt ömurlegasta starf sem hægt að fá, því að það var hans hlutverk að taka sem sagt skattinn af bændum og fara með konungs til að fjárafla herinn. Það sem sagt, þegar þú sást Cervantes koma, nei, þess að koma. Tollheimtu, ekki? Og svo fór hann í fangelsi í Sevilla. Þar sem að hugmyndin af Don Quixote, og þar náði hann en það var ömurlegt fangelsi. Þetta stórkostlegur listamaður, stórkostlegur maður. Þegar maður les og svona, það var eins og maður sé að skipta haus, og þá er mjög gott að setja upp alvöru hausa, eins og Cervantes og fleiri. Já. Það er mikil hvíld fyrir að ganga með manns litla höfuð alla daga, að setja stundum upp stærra höfuð. Nákvæmlega. Og tala annað tungumál alltaf. Þið ætlaði að spila hérna á föstudaginn í Vorstjarnan Alþýðuhús, Ból 86, þar sem að samstöðin er til húsa og ýmislegt annað, Sósíalistaflokkurinn og Leigjendasamtökin og hitt og þetta. Og hér erum við frammi búin að vera að græja svona sal. Og það mætti að segja að þetta er svona fyrstu svona tónleikandi sem við erum með. En það hefur verið byrjað að skipuleggja fleiri núna í haust. Þannig að okkar draumur er þetta verði að vanta svona smærri tónleikasali í bæinn. Ég myndir þú vilja nota tækifærið og þakka fyrir sem sagt þetta að fá að stíga. Nei, þakka þér miklu heldur og ykkur. En þetta verður klukkan 9. Já. Og fólk bara mætir. Já. Kostar kókókanilinn. Já. 300 skall. Já. Og svo verður bara spilað. Já. Og tango, má maður dansa? Ef pláss leyfir þá er það alltaf velkomið. Þið ætla að spila eitthvað núna? Já. Nú er ekki hljómsveitin, þannig að þið spilið eitthvað sem að... Og taka eitt latín. Muni eftir Gloria Estefan? Já. Það er fyrir einhverju svona 25 árum eða meira, 30 árum, 25 árum. Já, kannski. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde
vivir. Demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración, lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte, no te supe querer, y te aseguro que los años que me quedan los voy a dedicar a ti, a hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que me muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero, y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Þetta var frábært. Takk fyrir. Er ekki gaman að fá svona tónlist? Þetta var rosalega fallegt. Við erum að gera meira af þessu. Og mann fannst alveg maður skilji jafnvel einmitt þótt að maður skildi ekki neitt. Maður skildi það svona í flutningunum og hérna, er ekki svolítið skrítið að syngja samt þess með svona einangrað stúdíó? Svolítið. Það er engin hljómburður. Veggirnir gleypa allt. Þannig að já, þegar þú fórst nú út í mér svona eins og fjallasöng, þá var þetta samt eins og við værum í fjallasal. Herðu, en við hérna þökkum við kærlega. Þökkum fyrir okkur. Hlökkum til að mæta á föstudaginn. Já, og við hvetjum fólk til þess að koma hingað í Bólholt 6. Þetta er hús sem er fyrir aftan bensínstöðina sem að smurstuð, sjálfsmurstuð þarna. Ég veit ekki hver rekur þetta í dag. Næturvaktin var tekin upp í þessu húsi. Þetta er húsið sem er fyrir aftan það. Byrjar klukkan 9, gott að koma kannski aðeins fyrr og hlusta á alls konar músík frá þeim feðginum og hljómsveit. En við ætlum að halda hér áfram við Rauðaborðið, komið hér að Vörmundsborði. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.